Komið sæl og velkomin í stundin okkar. Ég heiti Björgvin Frans og stjórnandi þáttarins. Nei, auðvitað ég ekkert Björgvin Frans. Þetta ég, Hjálpfús. Munið ekki eftir mér. Hjálpfús, já, hann vinur minn. Hjálpar öllum vinum sínum, hjálpa bæði þér og þínum. Sko, ég einmitt hérna í dag til þess að hjálpa honum Björgvin Frans, vinur mínum. Hann nefnilega í smá vandræðum. Hann þurfti nefnilega að fara á skyndi hjálpar námskeið og hann bað mig að leysa sig af þangað til að hann kemur. Og ég ætla að byrja þáttinn á því að kynna fyrir ykkur tákn dagsins sem Rauði krossinn. Fyrirgefðu, hvað ég segi? Ég var að losna. Sæll vinur, get ég aðstofað þig? Nei, ég fýtt bara. Býtu, hver ert þú með leyfi? Hjálpar, hvað að þér? Þetta ég? Ert þetta þú, Ragnar? Já. Ég ætlaði ekki að þekkja þig. Akkur ertu með þessi gleraugu? Já. Það kom í ljós fyrir nokkurnum dögum að ég næsi. Ertu hvað? Já, næsi. Það eru vist mjög margir krakkar sem eru svona næsi eins og ég og þau eru alveg sérstök næsi í gleraugu. Býtu, ertu að meina nærsýnn? Já, einmitt, nærsýnn. Ég veistu, Hjálpis, ég trú ekki að ég þurfa að vera með þessi ömulegu gleraugu daginn sem ég að fara að hjálpa þér að stjórna stundinu okkar. Veistu hvernig verður kveikt á myndavélunum? Sko, Ragnar minn, það löngu búið að kveikja á myndavélunum. Þátturinn byrjaði. Þátturinn er það ekki. Komiði sæl, krakkar. Óps. Sko, Ragnar minn, akkur setur ekki bara á því gleraugun? Þú ert augljóslega staurblindur á þér. Nei, Hjálpús, ég get ekki verið með þú, ég verð bara astnalegur. Sérðu? Sko, þú ert alls ekkert astnalegur. Þetta ferði mjög vel. Veistu það? Nei, hæ, Hjálpús. Vá, hvað þetta astnalegur. Sko, ég vissi það. Hvað eru þetta nýju gleraugun þín? Já. Þú ert allavega ekki nærið eins astnalegur og ég bjóst við. Það ekki? Nei, þú ert miklu astnalegri. Anna, þú ert ömuleg. Heyrðu, Anna, þetta nú ekki mjög fallegt. Nei, þetta var nefnilega ljótt og nú sjá allir krakkarnir heima hvað þú ert dónaleg. Er þátturinn byrjaður? Já, Anna mín, löngu byrjaður. Já, löngu byrjaður. Hérna, komið sæl, krakkar, og verið velkomin í stundin okkar. Við hérna þrjú ætlum að vera stjórnendur þáttarins í dag. Það sést ég og Hjálpfús og gleraugnaglámur. Anna, hættu þessu! Já, Anna, það ekki fallegt að stríða hann og Ragnarsson. Nei. Hvað er þetta? Ég ekki að stríða honum, ég bara grínast. Já, þetta ekkert fyndi grín. Nei, þú bara kannt ekki að taka grín. Anna! Sko, krakkar, nú þurfum við að hætta að rífast og kynna næsta atriði. Já, það var ég. Já, næsta atriði. Það er ég sem má byrja. Já, nú komið að því að við kynnum fyrsta atriði dagsins í dag. Gjör svo vel. Var þetta ekki flott mér? Alveg frábært. Takk. Anna! Ekki! Passa, gleraugun alveg. Já. Ragnar, Já. þú verður nú að viðurkenna að þú minnir óneitanlega á góra afa með þessi gleraugu. Það ekki satt, Anna. Jú, Ragnar minn, þið eru alveg eins og staurblindir og flottir alveg. Anna, sko, voru við ekki að ræða það áðan að hætta þessari stríðni? Já. Ég ekki að stríða honum, ég bara grínast. Nei, þú ert að gera grín að honum og svoleiðis grín kalla stríðni. Eða? Fíflagangur? Nei, dulbúið einelti. Einelti hvað? Ég menn, þetta bara saklaus grín. Við erum ofta að grína svona í honum Garðari í mínum bekk. Við til dæmis segjum, þú veist, Garðar gleraugnaglámur, eða hei, Garðar gleraugnaglámur, og þú veist, það bara hlæja allir rosalega mikið að þessu. En segðu mér, Anna, hlær Garðar að þessu grín ykkur? Jú, stundum. Já, sko, krakka sem gert grín að, þau hlæja oft með til þess að vera samþykkt af hinum. Já. En sko, innst inni, þá líður þeim afar illa. Nákvæmlega. Í alvörunni? Já, manstu þetta með þegar ég var með spangirnar og þú varst alltaf að segja að ég var með gaddavir í kjaftinu? Það var óbúrslega fyndið. Þú hlóst nú hæst. Já, ég hló bara með svo að enginn vissi hvað mér liði illa yfir því. Ó. Já, og nú ætlar að fara að gera nákvæmlega saman með gleraugun. Ekki skemmtilega. Fyrirgefðu, Ragnar,
Ég vissi ekki að þetta væri svona mikið mál fyrir þér, þetta væri svona óþægilegt. Fyrir ekki á þau. Já, til að ég fyrirgefur alveg, sko. Vistu Ragnar, mér bara finnst þú eiginlega gáfulegri með þessi gleraugu. Takk! Þetta var fallegt hjá þér, Anna mín. Já. Og vitið þið það, að ég held eiginlega bara að ég ætti að fara til hans Garðars gleraugu... Ha? Nei, ég meina Garðars í mínum bekk. Já. Og bara biðja hann afsökunar. Og kannski bara bjóðast til að vera vinur hans líka. Sko, þetta hljómar mjög vel, Anna mín. Sko, það er einmitt svo mikilvægt að einhver kjarkmikil manneski eins og þú verði fyrst til að taka af skarið og stöðva þannig einelti. Nákvæmlega. Já! Þú getur líka verið kjampús, eins og kjampús sem kjampús. Alveg eins og þú kjampús, eins og kjampús sem kjampús. Alveg eins og þú kjampús, eins og kjampús sem kjampús. Alveg eins og þú kjampús, eins og kjampús sem kjampús. Alveg eins og þú. Anna, langar þig að gera svona sjávarbóluliði? Sjávar hvað? Já, þetta sem að Hjálpús alltaf að gera fyrir Rauðakrossin. Ertu með sjálfbúðaliði? Já, einmitt. Þetta er víst alveg rosalega sniðugt. Maður gerir bara alveg fullt af hlutum fyrir fólk sem nennir ekki að gera neitt sjálft og líður alveg hrikalega vel á eftir. Heyrðu, þetta er sniðugt. Já. Hjálpfús alltaf að hvetja okkur til að gera eitthvað fyrir Rauðakrossin. Já. Við getum kannski bara sjálfbúðaliða hvort annað og séð hvort þú liðið ekki rosalega vel á eftir. Ég er til. Heyrðu, ég skal bara byrja á að sjálfbúðaliða þig. Allt í lagi. Er eitthvað svona nennir ekki að gera? Já, ég er alveg óbáslega svangur en ég nenni ekki að fá mér að borða. Getur þú sjálfbóðulega það? Verð þú bara alveg kyrr? Já. Ég skal redda þessu. Já. Sko. Ætli ég sé núna orðin sjálfboðaliði? Ég veit það ekki. Líður alveg ofsalega vel með þetta sem þú er búin að vera að gera? Ég veit það ekki alveg. Nei, það er víst mjög mikilvægt, sko. Kannski maður þurfa eitthvað prófi í þessu, eitthvað svoleiðis. Heyrðu, eða þú getur kannski sjálfboðaliða með eitthvað meira. Einmitt, já, sko, ég veit. Já. Ég skal bara fara út Já. og skipta dekk á sprungna hjólinu þínu. Já. Þá er ég örugglega mjög góð sjálfboðaliði Já. og líður alveg dásamlega, rosalega vel. Einmitt. Gott plan. Já. Gangið vel. Takk.